Velkomin í Inimax vinnustofuna. Eitt af því fyrsta sem ég gerði hér var að setja upp nýjar dyr. Þær gömlu, þær gætu hafa verið 100 ára gamlar, voru orðnar ónýtar. Þær voru lausir í samskeytum, þurrkaðar og snúnar. Svo ég ákvað að búa til eftirlíkingu. Ég komst að því að þetta er samlokuppbygging. Einfaldur rammi með fyllingum og á hinni hliðinni eru einstök, borðsett lóðrétt og þvert tengd með járnum. Ég ákvað að einfalda þetta aðeins fyrir mig. Ég mun nota staðlaðar gólfplötur sem eru 20 og 6 mm þykkar, þannig að þegar ég set þær í samloku þá verður það samtals 50 og 2 sem er nægilega þykkt fyrir hurðirnar. Og auðvitað nýtti ég mér líka raufar og tappa sem gera alla uppbygginguna mun stöðugri. Það sem þið sjáið hér núna er hálfunin vara sem við munum líma saman á eftir en áður, en það gerist ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta byrjaði, hvað kom á undan og svo munum við halda áfram. Þar til við erum alveg búin, þegar báðir vængirnir eru límdir saman, skornir til og tilbúnir til að setja í. Hurðaramman, förum eftir því. Upphafsefnið eru furublankar. Plankinn er rétt rúmlega 4 metrar, svo ég sker hann í tvennt og fæ 2,5 cm á hvorri hlið. Til að þurfa ekki að mæla það í hvert skipti. Og þar sem ég get ekki notað hliðarfestingarna sem eru beint á sæginni við þessa lengd, þá getur þú notað vegg. Eða eins og ég í þessu tilfelli, súlur og súluborðir sem stuðning. Þú getur gert þetta með hvaða sög sem er. Ég notaði skurðsög og þar sem þetta eru 4 metra langar plötur, þá notar ég auðvitað hæðaskiljanlegan stuðning. Þegar þú stillir hæðina á stuðningnum, ekki stilla það eftir plötunni sem liggur svona flatt því hún hefur tilhneigingu til að bogna, heldur settu hana upp og stiftu hæðina á stuðningnum eftir því. Hluta af 2 metra löngu plötuna munum við nota í heilu lagi fyrir lóðréttu hlutana. Við munum bara skera lengdarlega, tungurnar breyta, breytinni á raufunum, svo framvegis og restina munum við nota til að skera þverlaginu, láréttum þáttum. Þeir munu í okkar tilfelli vera 415 mm. Þú getur sagað þetta á ská, eða jafnvel beint á borðsveginn, það sem við munum, raufaskera hlífarnar. Ég nota plötur með einhverjum gullum og skemmdum fyrir láréttu hlutana. Hér er einmitt frekar löng sprunga, svo þegar við skerum það af, þá munu aðeins 3 passa hér. Jæja, við skulum byrja að raufaskera. Á þessum þverskiptum fyllingum verðum við að gera tappa. Á hliðunum sem er sami tappi og er á langhliðinni. Og það gerum við, þannig að við gerum skref á hvorri hlið. Þannig myndum við tappa. Ég mun gera þetta á borðsög. Ég stilli blaðið aðeins í 3/4 af þykkt efnisins og sker rauf sem er centimetra breið frá báðum hliðum. Við raufaskurði er ekki hægt að nota dreifigín eða efri sjók, svo stundum verður meira ryk. Ég nota að minnstakosti venjulegt öndunarkyn. Sérstaklega hjá sumum hörðum asískum viðartegundum er samkvæmt sumum rannsóknum aukin hætta á krabbamein ef þú andar að þér ríkinu. Það eru samtals 15 þversvonar, en aðeins 13 þeirra eru styttri, frá rennibrautinni 415 eða 395, því við skerum ennþá á sentimetra af hverju hlið. En síðan eru 2, nefnilega sú neðsta og efsta, sem þurfa að vera löng yfir alla breidd hurðana því við munum skeyta saman lárétta og lóðrétta hlutana í hornunum. Á brúnunum, á fyllingunum munum við fræsa því, svona fjórðungs, hringlaða raufar. Við notum svona kúpta fræsara til þess.
alvöru loftsög í miðju verkstæðisins grundvallaratriði því það mikið pláss í kringum hana svo þú getur unnið með stórum verkstykki en einnig getur notað sögborðið fyrir ýmsar samsetningar. Hrópaði til djúpanna. Samanstendur af 4 heilum einingum. Kantarnir eru skornir langsum svona. Það tunga öðrum megin og gróp hinum megin, svo þetta passar allt saman svona. Svona. Og heildarbreitin í raun grófbreytt hurðanna. Það 67 centimetrar og ég beygði á því á þessari breytt síðan þessu. Hér mikilvægt að taka eftir, hér eru báðaristu plankarnir með rauðum inn á við, því í þessar raðir. Koma fyllingarnar svona. Margar undirliggjandi plötur eru rauðar á bakliðinu til að koma í veg fyrir spennu og snúning. Það skiptir okkur engu máli því við munum líma báðar þessar lög af samlokunni saman með bakliðinum. Einstöku fyllingarnar eru skýrar. Þær eru aðeins mismunandi á efri og neðri sem eru svona skornar. Þannig að við munum líma þessi 2 hluta saman. Við munum ekki líma það alveg yfir allt svæðið, heldur bara meðfram jaðarramanum. Límið fer alls ekki í raufarnar og tungurnar. Þær verða lausar, svo það geti hreyfst. Og svo munum við snúa þessu, við og líma það á neðra lagið. Neðri langbreiðu plankana mun ég herða aðeins. Með klemmunum svo þau séu saman, draga þá aðeins saman í lengdina. Og nú þurfum við mikil að klemma. Límt. Nú verðum við að láta það þorna til næsta dags. Síðan skera við það hreinlega. Í kringum allt slétta brúnirnar og þá erum við búin. Og næst munum við gera skapalón fyrir innfelldan lás. Og setjum hurðina upp með járnsmíði. Sjáumst í verkstæðinu Unimax.